Herru, þá ætlum við að taka fyrir dæmi 2 af 5. 2 af 5 og þessa skilgreiningun sem er hérna skilgreining 2.2, markgildi. Hún hljómar svona: markgildið þegar x stefnir á x0 fyrir fallið f af x er til aðeins ef markgildið þegar x nálgast x0 vinstra megin og hægra megin frá er það sama. Ok, þetta make allt sens. Sem sagt, ef við kíkjum á línurit og reynum að skilja þetta meira þannig, við skoðum þetta hérna línurit sem er hérna megin. Og ég myndi spyrja ykkur, hvað er markgildið þegar x stefnir á 2 neðan megin frá? Og þá getur þið svarað því. Þið segir bara, ok, ég er að koma hérna að tvistunum vinstra megin frá og þá er ég á þessum ferli hérna. Ég er á þessum bút. Og þá er markgildið 0, af því að hérna er uppsvonagildið 0. Ef ég nálgast 2 hægra megin frá, þá er ég komið hérna megin frá og ég er að nálgast 2, eða stefna á 2. En ég verði aldrei nákvæmlega 2, ég er bara að nálgast 2. Þá fer ég á hana hérna feril. Þá er ég hérna uppi og þá er markgildið 4. Þannig að markgildið er mismunandi eftir í hvort ég er að nálgast tvistinn vinstra megin frá eða hægra megin frá. Ok, það er mismunandi. Nú, en ef að ég spyr hvað er markgildið ef x stefnir bara á 2? Ekkert hægra megin frá eða vinstra megin frá, bara x er stefn 2. Hvað er það? Munið, stefnir á 2. Þessi ör hérna er alveg krúsjál. Það þýðir ekki að x er 2. X er bara stefna 2. Og hérna segir maður að þetta markgildi er ekki til. Af því að ef maður horfir á línuritið og spáir í þessu, og maður er að segja, ok, x er að stefna 2, hvað er uppsvonagildið? Og maður segir, já, ég get ekki sagt þér það, af því að ef ég kem að 2 vinstra megin frá, þá er fallgildi hérna 0. Ef ég kem að tvistinum hægra megin frá, þá er ég lengst hérna uppi. En ég get ekki svarað þér, ég get ekki sagt hvað markgildi er ef x stefnir á 2. Það er ekki til. Ok? Og ég segi hérna af því, og þetta er rökstuðningurinn, af því að þegar x stefnir á 2 neðan frá er ekki það sama og þegar x stefnir á 2 hægra megin frá eða ofan megin. Eins og ég sagði, ég noti þetta alveg hægra og vinstri, ofan megin frá og hægra megin frá. Ég get ákveðið mig hvort ég að nota. Þannig hérna hafið þið svarið við því að markgildi er ekki til þegar x stefnir á 2 og þetta er rökstuðningurinn. Af því að ég er að fá mismunandi útkomu eftir því hvort ég er að nálgast 2 neðan megin frá eða ofan megin frá. Þetta er ekki að sama. Hérna, hins vegar, ef við skoðum þetta dæmi, ef ég spyr hvað er markgildið þegar x stefnir á 1. Ok, ef x stefnir á 1, hérna er 1, já, þá er ég bara hérna uppi í 3. Skiptir ekki máli hvort ég kem hérna megin að eða hérna megin að, því ég enda alltaf á sama stað. Þannig að markgildið þarna er bara 3, það er einfalt. Þannig að þegar ferillinn er svona samfelldur, þegar er ekkert svona stökk í honum, að þá er markgildið bara einfalt. Þá er það bara uppsvonagildið sem er á þeim stað. En þegar við erum með svona stökk, eins og er hérna er ferillinn ekki samfelldur, það er svona stökk hérna á milli, að þá getum við ekki sagt að markgildið sé til í þessum punkti. Ég gæti gert hérna í þessu dæmi, ég get alveg sagt að markgildið þegar x stefnir á 3, þetta er alveg til, af því þegar x er 3, þá er ég hérna, og þá erum við bara hérna, það skiptir ekki máli hvort ég sé að koma hérna megin að
eða hérna megin að ég er bara markgildi hérna er bara 2. Sjáu það, skiptir ekki máli hvort ég sé að nálgast tvistinn hægri megin frá eða vinstri megin frá, minn ég enda bara á sama stað. En hérna með tvistinn var þetta allt annað. Ef ég er nálgast vinstra megin frá, þá enda ég hérna í þessum punkti. Ef ég nálgast tvistinn hægri megin frá, þá enda ég hérna lengst uppi, allt annar staður.